Ávöxtur sannleikans. Orð Guðs í hjarta manns. Lifandi vegurinn. Opinberunarbókin 4:3. Hebreabréfið 10:20. 24. Ávöxtur sannleikans. Hjartalandið, taktu ósannleikan úr hjarta þínu og gerðu það að góðum jarðvegi, sáðu fræjum sannleikans og berðu ávöxt með því að rækta sannleikan. Endurheimta land, finndu ósannleikan sem Biblían segir að þú eigir að henda eða ekki gera, taktu hann úr hjarta þínu og gerðu hann frjóan jarðveg. Að gróðursetja fræ sannleikans. Finndu sannleikan sem Biblían segir að varðveita og gróðursettu fræ sannleikans í hjartareitin úr frjósömum jarðvegi, ræktaðu hann og berðu ávöxt sannleikans. Ávöxtur sannleikans. Ávöxtur sannleikans. Verkefni. 1. Verkefni, henda því. 2. Verkefni, ekki það. 3. Verkefni, haltu því. 4. Verkefni, gerðu það. Verkefni, gerðu það. Taktu ósannleikan úr hjarta þínu og gerðu það að góðri mold. Lifandi vegurinn. Opinberunarbókin 4:3. Hebreabréfið 10:20. 1. Korinthubréf 27:10. Ef einhver hinna vantrúuðu býður yður og ef þér viljið fara, þá etið af öllu því, sem fyrir yður er borið, án eftirgreinslana vegna samviskunnar. 1. Korinthubréf 31:10. Hvort sem þér því etið eða drekkið eða hvað sem þér gjörið, þá gjörið það allt Guði til dýrðar. 1. Korinthubréf 33:10. Ég fyrir mitt leyti reyni í öllu að þóknast öllum og hygg ekki að eigin hag, heldur hag hinna mörgu, til þess að þeir verði hólpnir. 1. Korinthubréf 11:1. Verið eftirbreytendur mínir eins og ég er eftirbreytandi Krists. 1. Korinthubréf 28:11. Hver maður prófi sjálfan sig og eti síðan af brauðinu og drekki af bikarnum. 1. Korinthubréf 33:11. Fyrir því skulu þér bíða hver eftir öðrum, bræður mínir, þegar þér komið saman til að matast. 1. Korinthubréf 31:12. Nei, sækist heldur eftir náðagáfunum, þeim hinum meiri. Og nú bendi ég yður á ennþá miklu ágætari leið. 1. Korinthubréf 14:1. Keppið eftir kærleikanum. Sækist eftir gáfum andans, en engum eftir spádómsgáfu. 1. Korinthubréf 12:2. Eins yður. Fyrst þér sækist eftir gáfum andans, leitist þá við að vera auðugir að þeim, söfnuðunum til uppbyggingar. 1. Korinthubréf 13:2. Biðjið því sá, talar tungum, að geta útlagt. 1. Korinthubréf 20:2. Bræður, verið ekki börn í dómgreind, heldur sem ungbörn í illskunni, en fullorðnir í dómgreind. 1. Korinthubréf 26:2. Hvernig er það þá, bræður? Þegar þér komið saman, þá hefur hver sitt fram að færa, sálm, kenningu, opinberun, tungutal, útlistun. Allt skal miða til uppbyggingar. 1. Korinthubréf 27:2. Séu einhverjir sem tala tungum, mega þeir vera 2 eða í mesta lagi 3, hver á eftir öðrum, og einn útlisti. 1. Korinthubréf 28:2. En ef ekki neitt til að útlista, þá þegar ég sá á safnaðarsamkomunni, sem talar tungum,
en tali við sjálfan sig og við Guð. 1. Korinthubréf 29 mínútur yfir 2. En spámenn tali 2 eða 3 og hinir skulu dæma 1. Korinthubréf hálf 3. Fái einhver annar sem þar situr opinberun, þá þagni hinn fyrri. 1. Korinthubréf 34 mínútur yfir 2. Skulu konur þegja á safnaðarsamkomunum, því að ekki þeim leyft að tala, heldur skulu þær vera undirgefnar, eins og líka lögmálið segir. 1. Korinthubréf 39 mínútur yfir 2. Þess vegna, bræður mínir, sækist eftir spádómsgáfunni og aftrið því ekki að tala sér tungum. 1. Korinthubréf 20 mínútur í 3. En allt fari sómasamlega fram og með reglu. 1. Korinthubréf 34 mínútur yfir 3. Vakni fyrir alvöru og syndgið ekki. Nokkrir hafa enga þekkingu á Guði. Yður til blygðunar segi ég það. 1. Korinthubréf 2 mínútur í 4. Þess vegna, mínir elskuðu bræður, verið staðfastir, óbifanlegir, séðugir í verki drottins. Þér vitið að erfiði yðar ekki árangurslaust í drottni. 1. Korinthubréf 13 mínútur yfir 4. Vakið, standið stöðugir í trúni, verið karlmannlegir og styrkir. 1. Korinthubréf 14 mínútur yfir 4. Allt sé hjá yður í kærleika gjört. 1. Korinthubréf 16 mínútur yfir 4. Sýnið slíkum mönnum undirgefni og hverjum þeim starfar með og leggur á sig erfiði. 2. Korinthubréf 11 mínútur yfir 1. Til þess getið þér og hjálpað með því að biðja fyrir oss. Þá munu margir þakka þá náðagjöf sem oss veitt að fyrirbæn margra. 2. Korinthubréf 2 á móti 8. Þess vegna bið ég yður að sýna honum kærleika í reynd. 2. Korinthubréf 20 mínútur yfir 5. Vér því erindreka Krists, eins og það væri Guð sem ámyndi þegar vér áminnum. Vér biðjum í Krists stað, látið sættast við Guð. 2. Korinthubréf 13 mínútur yfir 6. En svo að sama komi á móti, ég tala eins og við börn mín, þá látið þér líka verða rúmgott hjá yður. 2. Korinthubréf 7 á móti 1. Þar vér því höfum þessi fyrirheit, elskaðir, þá hreinsum oss af allri sörgun á líkama og sál og fullkomnum helgun vora í Guðsótta. 2. Korinthubréf 11 mínútur yfir 8. En fullgjörið nú og verkið. Þér voru fúsir að hefjast handa, fullgjörið það nú eftir því sem efnin leyfa. 2. Korinthubréf 17 mínútur yfir 10. En sá sem hrósar sér, hann hrósi sér í drottni. 2. Korinthubréf 13 á móti 5. Reynið yður sjálfa, hvort þér í trúni, prófið yður sjálfa. Gjörið þér yður ekki grein fyrir að Jesús Kristur í yður. Það skildi vera að þér stæðist ekki prófið. Galatabréfið 13 mínútur yfir 5. Erforu, bror, kalair til frelsis. Noti ains eki frelsi til fairis firir holdi, heldur jeni haferru mikarleika. Galatabréfið 14 mínútur yfir 5. Allt lögmálið uppfyllt með þessu eina boðorði, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig.
Galatabrefið korter yfir 5. En ef þeir bítist og eti hver annan upp, þá gæti þess að þeir tortímist ekki hver fyrir öðrum. Galatabrefið 16 mínútur yfir 5. En ég segi, lifið í andanum, og þá fullnægi þér alls ekki girnd holdsins. Galatabrefið 6 á móti 1. Bræður. Ef einhver misgjörð kann að henda mann, þá leiðrétti þér, sem andlegir eruð, þann mann með hógværð. Og haf gáta sjálfum þér, að þú freistist ekki líka. Galatabrefið 6 á móti 2. Berið hver annars byrðar og uppfyllið þannig lögmál Krists. Galatabrefið 6 á móti 4. En sér hver rannsaki breytni sjálf sín, og þá mun hann hafa hrósunarefni í samanburði við sjálfan sig, en ekki miða við aðra. Galatabrefið 6 á móti 5. Því að sér hver mun verða að bera sína byrði. Galatabrefið 6 á móti 6. En sá, sem uppfræðist í orðinu, veiti þeim, sem uppfræðir, hlutdeild með sér í öllum gæðum. Efesusbrefið 4 á móti 1. Ég, bandingin vegna drottins, áminni yður þess vegna að hegða yður svo sem sambóðið er þeirri köllun, sem þér hafi hlotið. Efesusbrefið 4 á móti 2. Því að sér hver mun verða að bera sína byrði. Efesusbrefið 4 á móti 3. Kappkostið að varðveita einingu andans í bandi friðarins. Efesusbrefið korter yfir 4. Vér eigum heldur að ástunda sannleikan í kærleika og vaksa í öllu upp til hans, sem er höfuðið, Kristur. Efesusbrefið 23 mínútur yfir 4. En endurnýjast í anda og hugsun og. Efesusbrefið 24 mínútur yfir 4. Íklæðast hinum nýja manni, sem skapaður er eftir Guði í réttlæti og heilarleika sannleikans. Efesusbrefið 25 mínútur yfir 4. Leggi nú af lygina og talið sannleika hver við sinn náunga, því að vér erum hver annars leimir. Efesusbrefið 27 mínútur yfir 4. Gefið djöflinum ekkert færi. Efesusbrefið 28 mínútur yfir 4. Hinn stelvísi hætti að stela, en leggi hart að sér og gjöri það sem gagnlegt er með höndum sínum, svo að hann hafi eitthvað að miðla þeim, sem þurfandi er.